mættir í stúdíóið. Já. Og þeir sitja hér, grjótharðir. Verður velkomin Egill Einarsson. Sættu. Hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Nei, veistu það? Ég held að við séum að fara að setja af stað núna einhvern skemmtilegasta þátt sem við höfum verið með. Já, Ég þori nánast að lofa því. Já, málega, ég var að skoða það blaðið, þessu félagar alltaf að gera í dag. Já, svona handritið okkar. Já, hvernig ætlar þú að koma þessu að á 2 klukkutímum? Ég veit það ekki. Það verður erfitt, en þetta verður veisla fyrir ykkur kæru hlustundur. Ég get lofað ykkur því. Það er svoleiðis. Hann er hérna rétt og mættur markvörður Íslandsmeistar FH. Gunnleifur Gunnleifsson. Já, Gölsterinn. Og það sem er skemmtilegast við það, hann er að sofa hjá systur þinni. Ertu, hvað er það? Nei, ok, hann er giftur systur þinni. Já, akkur þetta, En minna, þau sofa hlið við hlið ekki á nóttinni. Jú, gæti ekki bara sagt hann er giftur systur þinni? Jú, ég bara... Með henni eða eitthvað? Næ, mér styrta hans út um það, sorry. Og það er eitthvað sem ég ætla að ræða við hann. Ástand því að hann náttúrulega nýjórðin Íslandsmeistari og landsliðsmarkvörður. Ætlar þú að ræða það við hann? Nei, ekkert það. Ég er ekki með sama svora hugsunarháttun og þú. Ég ætla bara að tala við hann sem manneski. Ég var bara aðeins að stríða þér. Ok, hann er Gölsterinn að detta inn. Já, Gölster the Hulster, rétt og mættur eins og hann vill láta kalla sig. Svo ætlum við að fara í viðreynslu keppni við Egill. Við ætlum að hringja til Bandaríkjanna á Starbucks-stað og við höfum báður að reyna að redda okkur deiti við manneskinu sem við tölum við. Það getur ekki flókið. Nei, það verður spennandi að sjá. Málega ég er með the competitive edge á því út af því að ég er með þessa soothing phone voice. Soothing phone? Hvað sagði? Phone voice. Nei, þú ert ekkert með þægilega... Þú var oft sagt að ég er að tala við á kvöldinu og ég er með þægilega rödd. Aldrei sagt það. Ég myndi frekar æla. Ég hef aldrei sagt þú sett með þægilega rödd í síma. Ég er ekki læg með þig. Fyrir utan það að þú talar ensku, ég ætti frekar að hafa smá edge á þig því að ég bjó í Bandaríkjunum og tala svo innfættur. Já, þú veist, það er eitt sem Kanin fílar ekki. Það er þegar að þú reyna herm eftir þessum bandaríska hrein. Ég tala bara... Kanin elskar bara their peers. Skilur við? Jú. Ósammála. Ok, næsta topic. Já, næsta topic alltaf. Þá förum við í keppni við, reynum við starfsfólk á Starbucks. Góðulagakeppnin. Já, flottulagakeppnin eins og þetta heitir. Og já, Egill Einarsson hefur skorað á mig. Þetta er það sem við Hjörpi keppum í á 50. You're going down. Egill Einarsson heimtað að fá að taka, já, þátt í þessari keppni. Going down to Chinatown. Málið er... Ég er ekki að fara að ef ég tapa fyrir þér, þá ekki bara missi álita á hlustundum mínum, heldur mannkynum. Ég lofa að sweep, Öðun. 5-0. Þú ert með lélegasta tónlistarsmekk. Þú ert með lélegasta tónlistarsmekk þér. Ég held að veri meiri líkur að api myndi vinna mig heldur en þú. Sko málið er, Öðun, tónlistin þín sem þér finnst skemmtileg er það sem fólk hlustar á 5 mínútum áður en það hengir sig. Nei, ég er að segja það. Þegar fólk er lítið í sér á sunnudum eftir fyllir í, þá setur það lögið þín á. Ertu að segja að Nirvana og Pearl Jam og þetta sé ekki góða hljómsveit? Metallica og... Sko, málið er áðurinn blandi að það er föstudagur. Fólki úti sem hlustar núna í flöskudagsfíling. Já, auðvitað. Hann nennir ekki að hlusta okkur auðvitað blöða lag. Allir náttúrulega bara með kokteil út í blíðunni. Hefur séð veðrið út eða? Ég veit að veðrið sökk. Fólk er ekki látað að stoppa sig. Nei. Og málið er, ég er að fara að koma fólki í gýrin með mínu lagi og ég lofa að sweep. Vandamálið er að þínir Your Dedicated fans sem elskast að þungliðstónlist sem þú elskar, þau eru með duglega að ríða upp síman og hringja. Sko ég vil fá þetta hressa fólk. Það hressa lið sem er í símanum. Nei, í bílunum var rúnta núna. Hringja. Eina sem þú fattar ekki stundum Egill að það eru ekki allir að glíma þess sama vandamál og þú. Þó að sé föstudagur, þá er fólk alveg til að heyra bara gott lag þegar það er á leiðinu heim á vinnunni. Heldur að sé allir bara með kokteila og reglífar í drikkjánni sínum á leiðinu á djamnið eða? Það er bara góð tónlist sem að fólk vil heyra. Já, sko, ok. Grenjandi rigning og viðbjörnslegt veður. Ég ætla að halda áfram að segja hvernig maður gera. Það er flottilega keppnin. Brjálbreki. Eftir langa og góða pásu ætlum við að heyra í honum. Ágæðlega geta leir í honum. Svo ætlum við að draga út í Betsson-leiknum og það er mjög skemmtilegt að segja fyrir því að ef við hringjum í 5 manneskjur sem eru búin að læka á Betsson Facebook-síðunni og ef enginn aðeins svarar þá fær Egill bakkan og þetta er pakki fyrir 2 á Gunnar Nelson. Sko, ég segi það. Hótel og allt. Ef þið svarið, þá brjálast ég. Svo erum við líka með Rikka G-lagið og það er virkilega skemmtilegt að þessu sinni. Svo gleymi ég Chubby Little Swessman. Já, Tartmouth. Já, Tartmouth, Little Loverboy. Já, hann er með föstudagslagið. Ef hann tekur ekki Bocelli núna, þá erum við hugmynd, Öti. Ég með hugmynd bara. Rekum hann. Nei, veistu hvað ég held? Ég held að hann sé að fara að koma með óskalagið mitt. Sem að var byggðum á netinu I'm here without you, baby. 3 Doors Down, fylgur það ekki? Reftu mig ekki, Öðun. Almáttugur. Akkur fattaði ekki að láta hann taka eitthvað skút? Nei, ég bara segi, rekum Sverri Bergman og ráðum Jón Jónsson eða eitthvað. Nei. Einhvers sem tekur hérna... Chubby Little Swessman er með föstudagslögin. Já, ok, hann verður það bara að taka óskalögin mín, sko. Nei, þú fékkst óskala fyrir 2 vikur síðan. Nei. Hvað ertu með eitthvað á hann, eða? Hvað heldur þú? Hann bjóð heima, hann er frí. Know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me.
are now watching the throne. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. Got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own. Don't let me get in my zone. 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 The stars is in the building. They hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the... Það er rigning og skítaveður úti þennan föstudaginn. Þið þurfið ekki að bögga ykkur á því næstu 2 tímana því að 2 harðir eru með þvílíka dagskrá hérna handa ykkur. Já, við erum að bjarga fólki. Já, veist að ég fer svo langt að kalla þetta veislu næstu 2 tímana. Er það satt þetta veður veldreitt? Já, það er alltaf svo leiðilegt að vera með svona rigningu og geðma. Ég vil sunshine. Já, sjálfsög. Það vilja það allir. Er það bara hann eða? Já, Er ekki eitthvað þúglítið spilan úti? Ég er ekki gött ef við séum rigningu. Já, Eitthvað leiðilegur. reyndar, mér finnst oft gaman að keyra í rigningu. Hvað er gaman að keyra í rigningu? Æ, ég veit ekki, það er eitthvað kósí að sjá drópana detta á rúðuna Já, og hlusta Pearl Jam. og Kreftum ekki. rifja upp gamla góða tíma. Hérna sko. Hörðu, ok, nú er ógæslegt veður. Ringjum í the man who is responsible for the weather. Ingo. The weatherman. Viltu hringja að Ingo? Hringdi í hann. Ringjum í hann. Heyrður ekki hvað hann var þreyttur og hún fannst þetta bara versti brandara sem hann heyrtur og hringdi með hann í síðustu Já, ég skil. Þess vegna verðum við hringja hann aftur. Já, Hann reyndar svarar þessu ekkert núna en... Þegar það er svona veður, ok, byrju, ég ætla að prófa að ringja. Þegar það er svona veður, þá verður það að hringja Ingo við eitthvað. Skrifast á hann. Já, hvað er að gera? Byrju, ég ætla að prófa að ringja. Þetta er að fatti númerið. Já, hann er með Grindavík. Nei, þetta Það hringdum síðast eða ekki úr þessu. Er hann bara að segja þetta og ekki svara? Nei, eftir 1 símtal fjandinn. Svo geta það verið á æfingu. Það er ekki æfing 4. Ekki, 10:04. 5:30, 5:30. Kannski ykkur gutt spilakassa nýri bæ. Ég held að sé að horfa á síma núna og er hugsa bara ég er ekki að svara þessu fáið. Ekki. En ég gruna það. Já, En sko... hann er ekki að svara. Við getum þurft að ringja bara í hann á eftir. Já. Ekki. En Halló? Halló? Halló. Ingo? Já. Sætlitu? Blessaði Gemli. Blessaður. Hvað segirðu? Hvað voru að vekja þig? Já, ég er að taka smá löpp bara. Já, hans er að leggja sig. Þetta er málið Auðun, þetta er það sem ég þekki. Ég var eins og tónlistarmaður, að óreglulífið sem fylgir tónlistinni. Hann er sofandi til 4 daginn. Já, Björn Jörundur var gestur hjá mér í gær. Hann mætti 4:30 með stýrunar í augunum í vatna. Hvað er með ykkur tónlistarmenn, Ingo? Já, hvað segir þið vel að þið? Herr, við segjum ekki nóg gott. Hvað er málið með þetta veður? Ég veit það ekki, sko. Hvað er að gera? Akkur er rigning, Ingo? Hvað er þetta að spá? Ég veit það ekki, sko. Bara þetta sem voru að pæla það. Hvað segirðu? Bara þetta sem voru að pæla það. Það er bara rigning og skítaveður úti. Við ætlum að teka bara hvað er þetta að flippa? Já, ok. Já. Getur ekki skemmt í eitthvað Bahama veður átt okkur? Það er svona ríkala gaman hjá þessum tókunum það. Finnst þér þetta? Er þetta svo rosalega þreytt? Já, þetta er alveg ríkala þreytt. En þú ert veðurguðinn. Já, já. Það er í nafninu þínu. Já, það er nafn og hljómsveitinni. Já. En meina, þú fílar samt ekki svona veður, það? Nei, bara sólina, sko. Já. Þannig að mennur að gera okkur smá greið og henda í Bahama veður handa okkur á morgun? Já, já. Það er sorry, ég skildi vekja. Við heyrum þér við tækifæri. Við ætlum bara svona aðeins að láta að heyra fyrir þetta skýta veður. Við vitum að það er ekki bara við sem eru pirraðar að þeir núna. Það er allir landinn. Herri, já. Gaman að heyri þér mest að Sömuleiðis. Það er leitir. Okkur finnst mér, heyrðu, það kom bara svona þagnir. Hann bara hatar þetta grín með að passion. Þetta verður aldrei þreytt, sko, án gríns. Nei, ég meina, Ingo veðurguð að skýta veður og hringi í hann. Ég segi þú hringi mér bara þangað til hættir að svara. Þetta er svo gott. Ég er líka vögt að segja þetta að vera. Já, hann var að leggja sig greið eftir erfitt Að svara í 10. hringingu, sko, hann var ekki að nenna að svara, sko. Já, þekkir þú þetta sem tónlistarmaður að vera að sofa til 4:30 á daginn? Já, þetta er óregla sem fylgir þessu lífveitni, sko. Já, þegar þú varst að gigga á Blönduósi og þú varst að túra um landið. Þá var ég að vakna 4:05. Já, ok.
Þú vekkir þetta. Herri, ég að spara sleppa bara slúðri. Slúðrið hundlegelt í dag. Miklu skemmtilega að ringja í Ingo. Eina sem ég geti sagt þér frá er að Paris Hilton, hún er í vesenni núna. Hún var að segja að mistaði út í sér í leigubíl og var á upptöku að hún held að flestir hommar væri með eyðni og sagði að hommar væri ógeðslegir. Nú er allt vittlast úti í Bandaríkjunum. Hún veður ekkert í vitunu. Hún er svona eins og tveir harðir greiðir. Og þetta er leiðinda slúðubakki. Hendur bara good shit lagi og svo fá hún Gölsterinn í The Hölster markmaður FH og Íslandsmeistari FH er rétt og mættur inn í stúdíóið. Svo ætlum við að hringja til Bandaríkjanna og reyna við konur á Starbucks. Svessi Bergmann með föstudagslægið, Brjátbreki, ég veit ekki hvað þreyttur á þessu gríni. En hingað til okkar í stúdíóið mættur góður gestur. Hann heitir Gunnleifur Gunnleifsson og er Íslandsmeistari, fyrirlið Íslandsmeistari FH. Vertu velkominn. Kærar þakkir. Hvað segir Gölsterinn? Eins og við ætlum að kalla þér. Það er mitt. Bara stórfínt. Eða ekki, til hamingju með titilinn. Takk. Þetta er, búið þrjár umferðir eftir? Eru þið með yfirbara lið hérna í deildinni eða? Já, samkvæmt töflun erum við með langbæstaliði. Já, svo vildur ekki taka síman í gær. Hvað var það? Bíla. Þú varst að meina þetta. Þú vildur ekki taka síman inn. Tímabili búið. Ef þú verið í sókn eða eitthvað, það er ekkert að gera hann hinum. Það verið í síman. Gulli held ég var eitthvað rugglaður og var að tala þegar þeir var í sókn. Ég er náttúrulega að tala þegar það var ekkert að gera þeirra ramman. Það er alltaf. Það verið grjótart að vera í símanum, skuttla og verja boltan í síman. Er eitthvað sem bannar alltaf? Er eitthvað í reglunum? Er þetta bannað? Nákvæmlega. Máttu vera í símanum með öllum? Ég þurfi ekkert að setja þessar reglur hérna. Þú getur bara sagt að ég vissi ekki af þessari reglu. Já. Tökum við til síðasta leiknum. Er þið ekki að spila til Val þá? Jó, passar. Heldur að Blikarnir taki annarsæti? Blikarnir taki annarsæti? Já. Er eitthvað séns á því það? Er eitthvað séns á því? Já, það er séns á því. Ok. Hvað sniðruð þið? Ég sé ekki. Er Káur reynda með allt lóður rétt núna þegar ekki? Já, þeir eru með jafnteflið Grindavík og... Það er alltaf leiðilegt að þeir eru með allt lóður niður sér. Já, en það er ekki allir sem vita það að Gunnleifur Gunnleifsson er mágur Egils. Hann er giftur systir hans og nú ætlum ég bara að spyrja það reynd út hérna Gunnleifur meðan við hliðin okkur. Hvernig er Egil sem mágur? Hvernig eru fjölskylduboð að vera með þennan trúð þarna með sér? Hagan hann sér? Egil er náttúrulega miklu mýkri heldur en að gefast út fyrir að vera, sko. Ég er þetta að veita. Hann er mikið með börnin okkar og er bara mjög gott hjarta og lítill. Takk fyrir þetta. Gott hjarta og lítill. Já, það var náttúrulega rósamæður en það endaði ekki sem rós, sko. En ef við spyrjum út í FH-liðið, Gölster, ég ætla að fara svona yfir það, hver er aðal höstlerinn í FH? Það er bara einn maður sem er það er ekki rétt, það eru þrír. Það eru K-bræðirnir, Guðmann og Albert Brynjar og síðan er Björn Daniel gríðarlega grimmur. Björn Daniel hann á við lífstílsvandamál að stríða það ekki? Lífstílsvandamál? Já. Nú, ok. Hann er með 5-6 konum í hverja viku, það ekki? Já, ég meina það hafi áhrif á hans getu inn á vellinu þá. Já, samt, sko, ef hann hættir að skora utanvallar, kannski hættir hann að skora innanvallar. Kannski heldur þetta í hendur. Hvað er hann að skora mörg mörg í sumar? Hann er búinn að gráta, held ég. Það er úr lítið, sant? Hann er 15 marka maður. Hann er dröðlega góður, eða ekki? Jó, frábær. Hver er svona jokerinn í liðinu? Jón Ragnar Jónsson. Já. Hann er alltaf glaður, alltaf syngjandi og alltaf spragandi. Hann er eiginlega það lífsglaður að hann fer næst í taugarnar á manni. Já, maður stundum að vera perraður, sko. Já, ég bara, af því að ég vil vera hann. Ángríms. Vera John Jones. Alltaf í góðu skapi. Bara, þetta er algjör snillig. Ég reynda, sko, Jón Jónsson, hann er með nett svona Andy Kaufmann syndrom á mig. Hefur þið tekið eftir? Ég veit ekki hvað ég hef hann oft. Eins og til dæmis í viðtalinu eftir hann fóbraut Lennon, þá vissi hann reyndar ekki greið að hann væri fóbrotinn. En þá var hann að segja, if you're injured, I'm sorry. Ég hugsaði með mér, er hann að segja þetta af einlægni eða er hann að grínast? Hann er að meina þetta, sko. Já, en hann er með svona eitthvað, maður veit ekki hvað maður hefur hann. Hann er bara nákvæmlega eins og hann kemur fram. Já, en hver er bestur í liðinu? Fyrir þig. Já, fyrir utan Gölsterinn. Það er pressa á hann. Nú er allir að hlusta liðsfélagarnir. Já, ég veit ekki, það er... Þú voru að segja margir góður. Einn, svo sem er búinn að vera bestur í, að maður segja tveir. Ok. Hvað er þetta? Það er ekki eins og að spyrja hvaða krakki þessi uppátti það. Bjarki Gunnlaugsson er náttúrulega búinn að vera frábær. Atli Guðnason er búinn að vera frábær. Bjarki Gunnlaugs, fyrsta svari. Já, Bjarki Gunnlaugsson. Ef að bróðin er Arnar Gunnlaugsson, þá ert í góðum málum. Hvað þá þar þú lítur út alveg eins og hann? Ég ætla að fá Arnar Gunnlaugs í Blikarinn næsta ári. Hann er toppstandi. Getur glemt því. Akkur? Á næstur, hann er hættur? Nei, hann er langar að spila oft, það er bara hann. En Bjarki er að hætta núna? Já, Bjarki er að hætta núna. Það verður blóðtaka. Ætlar að henda Gölstjörnum í Speed Questions. Það er nákvæmlega sem ég er að fara í. Já, þú ert að fara á æfingu. Ég er að fatta það. Sittur hérna í gallanum. Þurfum að missa hann á æfingu, en ég ætla að hoppa bara í hraðaspurningar og ég held að þú þekkir reglur, Gulli. Og bara svara fyrsta sinni dettur í hug. Og það er ekki hægt að svara rétt og ekki hægt að svara rangt. Ertu tilbúinn? Já. Ok, hreinsaðu hugan. Búinn.
Ekki lengi að því. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Schindlers List. Uppáhaldshljómsveit. Halloween. Hver er uppáhaldsmáguðinn? Atli. Besti skemmtibitin. Fyrsta sem kom í hug. Já, Safran er ekki skyndibiti. Jú, besta liðið í ensku. Manchester City. Er máguðinn fáránlega hraustur? Já, Hvað kveikir í þér? kona mín. HK eða FH? FHK. Ef þú verður að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Moldvarpa. Á máguðinn 421 hestafla Cherokee jeppa með leðru og öllum pakkanum. Alltaf ekki. Besti sjónvarpsþættir allra tíma. Já, Hvað kom í hugan? Messan. Uppáhalds íþróttamaður allra tíma. Buffon. Er máguðinn 7% fita þessa dagana? Nei, Hver er fyndnastur? ekki Egil. Hver er leiðilegast andstæðingurinn? Friggi Guðmundsson. Fallegasta kona fyrir utan maka? Þetta mínar. Ef þú mættir heita hvern sem er í heiminu, hvern mættir þú heita? Mikki Rúrk. Mikki Rúrk, jæja. Það er reyndar grjótharður. Já, hann er reyndar grjótharður en ég veit ekki ef ég mætti heita hvern sem er í heiminu, hvort þú mætti velja Mikki Rúrk. Já, ok, viltu ekki hitta svalasta mann í heimi bara? Hann er eins og leðurandlit. Þetta ekki mér. Mikið Rúrk grjótharður. Já, hann er harður sko, en... Það var í Expendables 1. Grjón. Var það svona low point á ferlinn? Ert þú ekki Expendables aðdæmandi? Alls ekki. Ekki eins og Egill. Egill, það má þakka fyrir hans ekki með plaggat heima þessir í stóðunni. Þetta er sorglegt sko. Ef ég ætti plaggat að verða heima, ég lofa því. Hafa Expendables? Já. Það er alveg að græja það fyrir. Já, ég er að fara í það. En ég ætla að hleypa Gullsteinum á æfingu. Takk kærlega fyrir komuna og til hamingju með Íslandsmeistaratitil. Takk fyrir mig. Næsta lag er spilað fyrir þig. Ég veit að þú ert mikill aðdáandi þeirra. Það er Jet Black Joe, Higher and Higher. Svo er það Brjálbreki, föstudagslagið og við ætlum að hringja núna í Starbucks í Bandaríkjunum við Egill og keppa hvort við getum komið okkur á date með þeim sem svarar. Jet Black Joe með lagið Higher and Higher. Spilað hér fyrir gestáttarins Gunnleif Gunnleifsson sem er farinn á æfingu með FH, Íslandsmeistarinn. Ég er mjög ofta að spotta Pál Rósingarhans í sporthúsinu þegar hann taka hrika loði. Já, hann er æfað þar. Já, hann tekur vel á þar. Kallar átt á mig og við með backup, ég mæti alltaf leið. Þessi tónlistamenn, þeir þurfa að vera í formi. Það er bara svoleiðis. Það er ekkert flóknara en það. Nei. Stýttist hér í Brjánbreka og Chubby Little Loverboy með föstudagsslagið. En ég rak augun hérna í eitt sem ég vil ræða við þig. Nú? Já, þetta, ég var að viðurkenna, nafn þitt var það fyrsta sem poppaði í hausana með þegar ég var að lesa þetta. Ég var að fara hérna, ég fór inn á Pressuna. Nú grunar mig, með grunnar núna, við grunar þetta var komið með leiðindi núna, við grunar þetta. Nei, alls ekki leiðindi. Okay. Ég fór inn á pressan.is fyrir, 2 dögum síðan, á hvað geima þetta þang til að þú kæmir. Okay. Og hér er verið að tala vöðvafíkn. Það er sem sagt hverjir þjást af vöðvafíkn, hver eru einkenni vöðvafíknar og hvað er til ráða og fleira. Okay. Nafn þitt kom bara eins og risastórt skert ljós í hausuna með þegar ég var að lesa þetta allt saman. Takk fyrir anskotan. Ok, ég ætla að lesa þetta fyrir þess. Okay. Hérna er fyrsta spurning. Hvernig er að þjást af vöðvafíkn? Flesti kallmenn sem sækja líkamsræktarstöðvar þjálfa reglulega án þess að eiga við vöðvafíkn að stríða. Mat þeirra á sjálfum sér er eðlilegt og markmiðið yfirleitt að vera í góðu formi, líta vel út og stunda heilbrigt líferni. Hins vegar er ákveðin hópur karlmanna sem fer yfir eðlilegu mörkin og lóðaliftingar verða að þrjáhyggju. Sjúklingar sem þjást af vöðvafíkn upplefa sig granna og væskilega sama hversu vöðvamassin er orðið mikill. Þetta er eitthvað sem að þú kannast við ekki. Ég reyndi að verða við hérna, ég horfði í speilin á hann og hugsaði að ég var a tiny piece of shit. Tiny, þú ert... Ég hugsaði á hann, ég horfði í speilin bara. Svo er hérna, næsta. Okay. Hver eru einkenni vöðvafíknar? Sjúklingar sem þjást af vöðvafíkn fórna öllu til að byggja upp vöðvamassa og nýta allan frítíma í að þjálfa sem mest. Í slæmum tilfellum getur þetta valdið því að sjúklingurinn einangrast. Þessi einstaklingar nota stera og ýmis fæðubótaefni til þess að auka vöðvamassan enn frekar. Ég æfi bara í 2 tíma á dag alltaf. En það er vandamálið það. Helstu einkenni sjúkdómsins eru sjúklingurinn hefur áhyggjur af því að hann sé ekki nógu stæltur og grannur. Viðurkenna það. Sjúklingurinn eyðir miklum tíma í lóðaliftingar og óeðlilega upptekin af mataræði sínu. Viðurkenna það. Þessi mikli tími sem eitt er í lóðaliftingar hefur áhrif á félagslíf sjúklingsins. Hann einangrast og hættir að vinna vinnu sínu vegna tímaleysis. Hann forðast að sækja staði sem athygli geti beinst að líkamsvekti hans og er stöðugt upptekin af því hann sé lítill og væskislegur. Ok, það er eitt þarna sem passar ekki við mig. Ég er að vinna 17 tíma á dag, sko. Það bitnar ekki á vinnunni. En það bitnar öllu öðru. Ég hef ekki verið í bíó og bara
Þú sést í bíó Titanic, sko. Já, ok, svo er þetta í lokin. Ég ætla að enda þetta á líkamsþjálfun í meira en 2 klukkustundir á dag. Kostnað áhugamála, heimavinn og tíma með fjölugum og vinum. Það er þú eða ekki? Jú. Mikil notkun á fæðurbótarefnum og þá fyrst og fremst kreatín og próteinum og hugsanlega steranótkun. Elskar kreatín og prótein. Stærð háls og herða og hlutfalli við aðra líkamshluta. Ég er enda með mjög þykkur á axlirnar, sko. Vöðvamassi líkamans verður á þráhyggju. Þetta er bara andlís. Ég er að lesa þetta. Það er eins og sé verið að lýsa þér. Og ég er með vöðvaþykkt bara. Það er staðfest. Já, það er bara svoleiðis. Já. Og hvað er að gera í því? Ég veit ekki. Ertu með solution? Er laust þarna á þessu blaði svo með það? Talaðu sálfræðing. Á hvaða sálfræðing? Ásgeir Kolbeinsson er að læra sálfræði til dæmis. Við getum hringt inn hérna seinna í þættinum. Ásgeir Kolbeinsson er sálfræðingur. Hann er ekki orðinn Ef einhver sálfræðingur. getur að laga þessu vöðvaþykknúmer, þá er það hans. Hversu mikil veisla verður það fyrir út með Ásgeir Kolbeinsson? Hann hefur líka alltaf verið bara nettur sálfræðingur. Veit ekki eftir því? Hann er með allt á hreinu og hjálpa mann oft. Mjög gott að tala við hann. Já, hann á eftir að vera... Hann verður besti sálfræðingur of all time. Kemur ekki orð. Þetta er maður sem hann ætti að fara bara til Los Angeles. Það heldur að hann geti lagað vöðvaþykkna mína. Vonandi, en það er reyndar ýmislegt annað sem þú getur að ræða við hann annað en þessu vöðvaþykkin. Þetta er bara eitthvað sem þú ert að fara að skoða. Förum við í örstuð skilaboð og já, svo ætlum við að hringja til Bandaríkjanna og reyna við, já, við ætlum að vera í keppni hvort annar okkar getur komist á date í Bandaríkjunum. Hvort verður við fæst í það Brján? Förum fyrst í það og svo í Brjánbreka. Ok. Herra, en fáum örstuð skilaboð fyrst. Netvarinn fylgir ljósneti Símans og hjálpar þér að passa upp á smáfólkið þegar það er á fleygiferð á háhraðanetinu. Ljósnet Símans. Kraftmeiri tenging fyrir íslenskar fjölskyldur. Hvernig væri að grilla barbecue-grísarif í kvöld? Þú fær grísariffabrikunar í Hagkaup og að sjálfsögðu barbecue-sósu fabrikunar. Aðferðina sérðu svo í grillhandbókfabrikunar sem fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Þær eru hrífandi milljónirnar í lottóinu. Lottopotturinn stefnir í 26 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Það er opið núna á Reykjavík Ink. Reykjavík Ink Tattoo Shop Frakkastíg. Nú eru tískudagar í Smáralind. Viltu vinna dekurpakka sem inniheldur 50.000 króna gjafakort frá Smáralind, stílistaráðgjöf, klippingu og litun, förðun og tískumyndatöku? Komdu og skráðu þig. Fullt af glæsilegum aukavinningum frá verslunum í Smáralind. Sjáumst, Smáralind. Með ljósnetinu opnast þér aðgangur að sjónvarpi Símans, þar sem þú getur hort á allar íslensku sjónvarpsrásinnar. Auk þess bjóðast þér tugir erlendra sjónvarpsrása og með vottakanum á fjárstýringunni getur þú leitt þér myndir, fengið barnaefni á 0 krónur og hort á þættir sjónvarpsstöðvanna í frelsi. Ljósnet Símans. Kraftmeiri tenging fyrir íslenskar fjölskyldur. Kona kemur inn á Serrano. Hvar er ég? Spyr hún. Í spönginni í Grafarvogi, segir maður sem er að borða barbecue burrito og drekka kristall. Er þetta nýr staður? Já, segir hann. Var að opna í dag. Það er opnunartilboð alla helgina. Hamingjan er fersk, segir hún spyrjandi. Já, segir hann. Hamingjan er fersk. Serrano. Fresh. Happy. Max. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Opnunarpartí Secrets.is á Hótel Borg í kvöld klukkan 9. Tískusýning frá Karen Millen, Eggerti Feldskera, Maníu, GS Góm, 17, Warehouse, Vero Moda, Levi's, Jack & Jones, Day og Benetton. Boðið verður upp á léttar veitingar og fordrykki frá Martini Royal. Heiðar Jónsson verður kynnir kvöldsins. Ókeypis aðgangur. Secrets.is og G-Events. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Með orkuleiklinum færðu ekki afsláttinn í punktum, heldur í raunverulegum peningum. Orkan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957.
5 með lagið One More Night hér í FM 95. One More Night. Þeir harðir með ykkur á föstudegi og já, hér rétt handa á hornið ætlum við að ringja til Bandaríkjanna að reyna að komast á stefnumót og já, það svona nett keppni hjá okkur. Egil Einarsson búinn að skora mig á hólm í flottulega-keppninni sem að við Hjörvar keppum alltaf í. Ég veit því. Þú hvað, þú ert búinn að vera alla vikuna að velja það lag. Ég er búinn að eyða lígilega miklu tími í þetta. Allur minn frítími hefur farið í þetta. Ég trú ekki að ég tapi yfir þér í flottulega-keppninni. Ég vil lofa þér. Því að þú ert sennilega með eitt lélegasta tónlistarsmekk allra Nei, það bara, nennir enginn að hlusta á þetta þunglindast kjaftaði í þér á föstudegi. Nei, við fáum þetta bara í ljósa eftir. Fólk vil hressa. Já, bara, þetta heitir flottulag hérna. Bara komdu með flott lag og var þetta góður. Já, þetta er mjög flott lag. Ok, en það er komin tími hér á Sturla staðrindi. Hvernig líst þér það? Ég elska þér. Já, áður við heyrum í Brjáni frekar líka. Eitthvað dýr. Já, ég er með hérna, það er eitt gott dýr sem út eftir að fíla. Okay. Og ég held að verði mjög ánægð með. Ég hefði reynda vilja vera með meira dýra því að þegar þú ert hjá mér, ég veit að þú ert en animal lover. Já, ég elska animals. Þá reyni ég að vera með sem mestu svona dýra. Lendi í næstu í hátteginu. Ég kerði næstu á fugl í hátteginu. Í alvörinni? Ef ég hefði kert á hann, ég var að hugsa, ég hefði kert á staur, ég hefði drefn mig. Nei, það er þetta maður. Ég er að segja það. Ég var að drepa lítinn krútlegan fugl. Þá var þetta bara búið. Þá var þetta game over. Herðu, þú getur kjúkling í öll hátegi. Hvað heldur það sé? Ég er ekki að fara að keyra á fugl. Hér koma sturlaðar staðreyndir. Tilbúin. Menn sem fá konu til að hlæja eiga léttara með að kynnast konum en menn sem eiga mikinn pening. Sturlu staðreind. Þetta er bara þetta veit allir. Nú samanlega þessu. Já. Ok. Þá er það næsta. Það fara 2 milljónir vídeo. 2 milljónir vídeo á YouTube daglega. Það er lígi. Nei. Daglega. 2 milljónir, spáði. Mér finnst þetta mögnu staðreind. Mikið að vídeo á YouTube. Já, það er endalaust að tækið 1700 ár að horfa á allt sem er á YouTube stöðinu sinni. Svo er það næsta, það kostar $450 milljón bara skotið eða sem sagt að launcha geimfari og það gerir 54 miljardar. Jésús. Það var bara að tala þegar að fyrir á loft Kúkaði peningum þessi gæja sem eiga þessi gameskip maður. Næ, þessi gæja sem eiga þessi gameskipi. Það var eitthvað gæja sem á þetta og hendur sér. Nei, ég veit Ég veit þú ert að reyna að bjarga það núna með að reyna að vera að finna en þú varst ekki að grínast fyrst. Þetta á eitthvað gæja þetta gameskip. NASA á þetta. Heldur að séu menn bara að splæsa í geimfar og þeirra kostar 54 miljardar bara að koma í loft. Ef ég finn gæja sem á geimfar, hvað ætlar að gera? Ég skal tollera þig. Okay. Hóla næsta, þú minkar muninn 24% af því að skilja ekki við konuna hérna ef þú giftist eftir 25 ára aldur. Þannig að það er basically verið að ráðleggja þér að gifta þig eftir. Það segir sér bara sjálft, ég hefur einhver tíman einhver gift sig við 25 og ennst. Nefndi einn. En þekkir þú einhvern sem hefur gift sig fyrir 25 ára aldur? Það er ekki margir í kringum mig búin að gifta sig. Jó, en nú að þetta svolítið inn núna. En enginn þar ég á 25 ára. Það er ekki svona fullungt. Ég held það ekki engan. Ég veit að við erum svona konur á tíma, en... Hvernig gifti ég... Nei, ég veit það. Nei, hvað styrir mig? Nei, ég þekki ekki neitt. Og talandi giftingar, það giftast 100.000 manns á ári í Vegas. Sturlu staðreind. Við giftum okkur í Vegas. Nei, við giftum okkur ekki, við staðfestum ástokkar. Já, það var aðeinslegt. Við leiðum vel. Já, það er reitt að stegja þess að ég lendi á æfu minni. Svo er það næsta. Það eru til bleikir höfrungar. Nei. Sturlu staðreind. Ég vissi að það eru reynar. Hversu flott var það? Já, vá, strax fann að googla það. Þetta er ríkur höfrungur, eða? Já, en það er bara sturlu staðreind. Insane fact, þetta eru bleikir höfrungar. Hvað eru þeir? Hvað get ég fundið með svoleiðis? Ég vil fæða svoleiðis, bara inn í stofu, það er bara þannig. Ég er sint með höfrung. Ætli sé ekki hérna kringu San Francisco, það kemur ekkert á orð, þetta er svona örgulega gay. Svo er það næsta, skjaldbökur, þessi hefur komið áður en ég ákvað að taka hana bara fyrir þig, af því ég veit þú elskar dýrafacts. Skjaldbökur geta andað með raskatinu. Sturlu staðreind. Þessi kom bara fyrir þig. Þeir anda ekki með raskatinu? Geta, stendur. Það eru í vesenni. Getur þú andað með raskatinu? Andað með raskatinu? Finnst þið það líklegt þegar? Er ég skjaldbaka eða? Nei, bara hvernig þetta meikar bara ekki sens. Það er stundum eins og sett 10 ára. Andað með raskatinu? Ég er ekki skjaldbaka eitt. Ég er að segja skjaldbökur geta. Við getum það ekki sem manneskjur. Ég ætla að taka það sem fyrir það. Ef að skjaldbakan er í einhverju vesenni til dæmis, fattar þú? Og getur ekki andað um munnin, þá getur hún hleypt út í Andað með raskatinu, já, ok. En ég held fyrir munnuna þegar hún nefið á þeir. Andar það með raskatinu? Til 10. sinn, ég er ekki skjaldbaka. Hvað, þarf ég að faxa þessu upp í raskata þeirra? Svo er næsta, fólki finnst það gáðara þegar það er með gleraugu. Sturlu staðreind. Ég hef sett á mig gleraugu, mér leiði þess að ég væri bara grindastóla hækka svona 50 stig, sko. Hefur þið sett á mig gleraugu? Annað ekki prata sólgleraugur? Nei, jú, bara þegar ég var að leika í rík. Man lúkkar gáðaðir, sko. Já, en þannig að þér finnst þú gáðaðir. Það vita allir ég er alltaf gefin, þetta virkar ekki, sko, fyrir mig, sko. En ákveður ekki bara að byrja að vinna við þetta? Já, ætti að splæsi það lúk. Já, bara
lígur öllum að sjá þetta? Heldur að séu margir á Íslandi, svona menn, svona týpur eins og, veist, Sölvi Sæti og Kristján, hérna, vinnur okkar og svona myndalegi menn sem eru með gleru. Heldur að séu ekki með, heldur að séu bara með venjuleg gler í 100%. Já, þetta er bara... Ég lofa þér, það er helling að svona gæjum sem eru bara með... Er þetta hjá þeim bara a little thing called fashion? Já, þetta er bara, þetta er accessories, þetta er aukahlutur. Já, það er glæsilegt. Svo er það næsta, fuglar eru ekki með pissublöðrur, þeir míga þeir eru skýta. Sturlu staðarind. Þetta er eitthvað fleiri raskatstaðar fyrir þessu. Hæ? Ég er að gera þetta fyrir þig, þetta er dýra staðarindir. Já, það ég bara raskatstaðarindina. Svo er það síðasta hérna, þetta hefur ekki komið áður, Sturlu staðarind. Meðaltippi eru 12,7 cm. Sturlu staðarind. Það er bara hann. Við erum ekki með reglustryku hérna, en það ætlum við ekkert að fara neitt yfir það. En er það ekki, erum við ekki sammála því? Það sé bara svona meðal. Ég bara, já, þú veist, hvað, þú veist, ef þú verið í Asíu eða Afríku, það, þú veist, þetta er bara, þetta meðalt fyrir allan heiminn, Gæti er að fara út í eitthvað svona. Við ætlum að fara hérna í Neo, Let Me Love You. Svo er það, já, símtal til Bandaríkjanna. Já, hringjum í Starbucks, maður. Já, svo er það brjáttbreki og föstudagslæg. Hér á föstu degi og, já, herrðu Egill, ef við myndum heita Harður og Harðari, hvor er Harðari? Í tveim hörðum? Það fer eftir hvað er, í áfengisdrykkju þú tölvöld harðari en ég, í gambling þetta harðari, ég er harðari í þyngdum í bekk til dæmis. Æ, ég veit ekki okkur ég var að spyrja þessu. En það er allavega komið núna að, já, skemmtilegri keppni hjá okkur allir. Við ætlum að hringja til Bandaríkjanna og við ætlum að hringja á Starbucks. Og við ætlum að fara í keppni hérna hvort að við getum reddað okkur deiti í Bandaríkjunum. Það ætti ekki að mikið mál. Já, nema það, ég lýsi mér sem agli, þess að ef hún spyrir mér hvernig ég líti út og annað. Já, þá ættu ég. Þá er ég þú og þú ert ég. Já. Þannig að við ætlum svona að sjá hvort við getum græða stefnum. Ég vil að lýsa þér. Hvernig segi ég snóðaður? Bald? Nei, það er sköllóttur. Þá heldur hann að ég sé bara sköllóttur, þú veist. Ég er snóðaður, þú ert snóðaður by choice. Já, reyndar, það er my free will. Þannig að ef ég segi I'm bald, þú veist, þá strax verður ekki gröð, sko. Nefnir ég segi ég sé Jason Statham lookalike. Já, veist, ok, þannig að þú ert basically að segja það að ef þú lýsir mér, þá er þetta bara vonlust. Nei, ég... Þetta er skemmtilega, maður. Jú, þú varst að segja bara ef ég segi bald, þá er þetta bara, dögt. Nei, bara hérna, hvernig segi ég snóðaður? Já, segðu bara... Erum við svona lélir í ensku það? Það er bara, veist, shaved, eða eitthvað, ég veit það ekki. Ok. Skiptir mikið máli. Hvort viltu vera á undan eða eftir í þessari keppni? Ég ætla bara að keyrðu mig í gang. Keyra þig í gang, það er ekki flókið. Þá hringi ég hér. Ég er svona semi-kvíslandi, hann er svona, hún sé bara, wow, it's a mysterious man on the line. Það vilt að ég sé bara svona áfárlega hress. Ég ætla ekki að fara að hjálpa þér, þetta er keppni. Það er verið hress eða mysterious. Reyndu bara að fá date. Það er náttúrulega að hjálpa mér rosalega, ég tala eins og innfættur, það er ekki með ensku. Það er ekki svo innfættur, smiður þig. Thank you for calling Starbucks, Eddie Delassi. This is Millie speaking. Yes, who is this? Nelly speaking. Oh, Nelly, hi. I was hoping it was you. I was in your coffee shop the other day, and you served me a cup of coffee. And I don't know, do you remember me? I was in a gray coat, and we had a little chit chat, and I told you I was going to work, and you laughed. Do you remember? Yeah. Yeah. I don't want to be out of line, but I was just wondering. I'm staying in New York for a month now, and I'm traveling a lot, and I'm here for a month, and I was just wondering if maybe you have time, maybe you're gonna go out and have a cup of coffee someday. I'm sorry, I wish I could. I don't. I go straight home to spend time with my kids. Oh, you have a kid? Yes, I have. Oh, okay. What's the kid's name? Lydia. Lydia? Oh, that's a beautiful name. And you have a man? I'm divorced right now. Okay. So you don't have room for one cup of coffee? Well, I don't really go out. I stay home. You know, I don't. No, just home. Okay, I can go. You can pass by again if you want to buy a cup of coffee, okay? Yeah, are you always there? I'm here every day. Every day, it's beautiful. Is it because I'm bald? You don't want to have a cup of coffee? My husband was bald. Oh, no, okay. Okay, but thank you very much, and nice chatting to you. Okay, no problem. Okay, bye. Bye-bye. Það er þessu sorglegt að þetta var skilin einstæð móður og hún enda ekki að fara á þessari cup of coffee með það. Hún hafði engan áhugaði. Og já, takk fyrir að spyrja hvort það er að þú ert sköllóttur. Það verður örugglega út af því.
Það er skemmtilegur. Ok, þá kom með mér. Þú veist ekki date, þannig ef ég fæ stefnumót. Ég gæti þetta ekki að duttu og betri betri veistlu. Það þóttist muna eftir og allt, sko. Hún er bara heima. Þú verður næstum að lifa lífinu, það bara barnapössun.is og hún hafði meira ákveða að hanga bara ein heima heldur en að fara að fá sér að cup of coffee með þér. Herðu, þá kom með mér. Ég held að það sé út að ég er bold. Nei, þú fórst mjög seint inn í það, sko. Ekki verið að kenna því villisingurinn. Ef þú reddaði deiti, þá ángríns ég hengi mig í stúdíu F957. Það mun strax hjálpa mér að hún heldur ekki sé frá New York að ég tala sko ensku. Ég á eftir að æla núna þú byrja að tala sér ensku þína í álurinu. Æla við þinn. Geðileg ekki það. Thank you for calling Starbucks. Here, Chadson speaking. Yeah, who's this? Chadson? I was hoping it was you. I'm sorry? I was hoping it was you. I was there the other day having a cup of coffee. We had a little talk about bodybuilding. Do you remember? You had a problem? No, we were talking about bodybuilding. Me and you, remember? Two of us. With Chadson? Yeah. We had a little chat, me and you. I was there the other day. A blonde guy, Egil. And oh, you say you were talking about that with Chadson, right? Oh, was it with who? I don't know if it was me, because I don't remember me talking about anybody about that. Oh, yeah. What is it about? We had a little moment, I thought. So I was wondering, I'm in New York for 2 weeks now, if you would be interested to go and have a cup of coffee with me. You talking about the tall guy? No, I'm talking about you, beautiful. You're talking about me? Yeah. Would you like to, go have a cup of coffee? I'm sorry, I don't understand what you're talking about. What? I'm sorry. You don't want to grab a cup? Hello? Nei, hann skellt á mig. Ég fekk náttúrulega gaur sem pínu svindl. Á hverju fekk ég ekki gaur? Það miklu skemmtilegra. Það var miklu erfiðara. Þú veist einstæða móðir sem vildi frekar vera heima og horfa á skjámyndina heima sem að fara stefnumóti með þér og ég fekk eitthvað gaur. Heldur að Ólína sé gagginu og kallmar að vinna á Starbucks, eða? Já, þú heyrði það alveg. Nei, hörðu. Ég vann þessa keppni. Nei. Jú, ég var nærði. Jæja, við keppum aftur í næstu viku og þá vill ég fá female. Það er bara þannig. Kona kemur inn á Serrano. Hvar er ég? Spyr hún. Í Spönginni í Grafarvogi, segir maður sem að borða barbecue burrito og drekka kristall. Er þetta nýr staður? Já, segir hann. Vara opn í dag. Það opnunartilboð alla helgina. Hamingjan er fersk, segir hún spyrjandi. Já, segir hann. Hamingjan er fersk. Serrano. Fresh. Happy. Max. Nú er eitthvað að gerast. Það er risapottur í enska boltanum helgina. Heilar 210 milljónir. Spennt á þið beltinn og vertu með. 1x2 við tippum. Opnunarpartí Secrets.is á Hótel Borg í kvöld klukkan 9. Tískusýning frá Karen Millen, Eggerti Feldskera, Maníu, GS Skóm, 17, Warehouse, Vero Moda, Levi's, Jack & Jones, Day og Benetton. Boðið verður upp á léttar veitingar og fordrykki frá Martini Royal. Heiðar Jónsson verður kynnir kvöldsins. Ókeypis aðgangur. Secrets.is og G-Events. Byrjaðu í CrossFit. Grunnnámskeið á aðeins 12.990 krónur. CrossFit Kraftur. Suðurlandsbraut 6B. Frábær tilboð í Intersport. 20% afsláttur af öllum íþróttu- og götuskóm. Ekki missa af þessu því tilboðin gilda aðeins frá 5. degi til sunnudags. Intersport Lindum, Bílshöfða, Akureyri og Selfossi. Pottur helgarinnar hefur sjaldan verið jafn stór. 210 milljónir. Klappaðu ketti hvað það er almennilegt. Tippaðu fyrir klukkan 13 á laugardaginn. 1x2 við tippum. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Síðustu 2 ár hefur Orkuvernd tryggt að eldsneytisverðið samkvæmt bensínverð.is er alltaf lægst hjá Orkunni og við erum að hugsa að halda því bara áfram. Er ekki bara stemming fyrir því? Orka. Í september eru sælgera tilboð í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. FM 95 blöð. Á FM 95
stúlka, Emily Sande og þetta lag var einmitt spilað á Ólympíuleikunum. Þetta var svona undir, hún söng undir vídeóið þegar að vera að sína alltaf gráta og svona. Huggulegt lag á blautum föstudegi og talandum fólk sem kann að syngja og hugguleg lög að þá komið að föstudagslæginu. Eini gallin sá að Svæðir Gilsar að náast með læginu svo aftur endur nú. Nei, ég dottaði ángis. Já, frábært og hún er alveg gott að leggja inn á milli og þessum brennslutöfluðum. Það er komið nýja brennslutöflur. Já, ég sá þær. Hvað heit þær? Grenade? Já, það heitar Grenade og það eru í svona handsprengi. Hversu grjótart er það? Þetta er með stektara sem ég sé. Að taka brennslutöflu sem heita Grenade og er í handsprengju þá er þetta annarkvæmst 5 ára eða komin allt og langt í þessum efnum. Ég svitna í 6 tíma eftir sko. Þetta er að tæta með body fat sko. Já, er þetta svona eitthvað sem er löglegt í sumum löndum? Nei, þetta er löglegt hérna. Nei, ok, en það er komið að föstudagslæginu. Einu gættin sá að Sverrir Bergman, Chevy Little Loverboy, er á leiðinni norður og er staður í bíl en við erum með upptöku. Þeir tók þetta upp hérna áðan, eða fyrr í dag strákarnir komið inn í stúdíu til okkar. Það er að hringja í Tardmouth eða? Já, það ekki bara. Ég veit nefnilega að hann er á leiðinni á Söðakrók á, hérna, Bekkjarmót. Skal við sjá hvernig svari. Fá allavega að vita hvað lag er. Söðakrók og Bekkjarmót. Já, góðan dag. Nei, sæll og blessaður. Þú ert í beinni útsendingu hér í FM 95 Blöð. Já, blessaður FM 95 Blöð. What's up, you little tiny little Tardmouth? Hey, you tiny little tart face. Hvernig ertu? Ég er góð og bra. Ertu lagður á stað norður? Já, já. Já, hvað ertu komin? Ég er komin hérna út á Sjálfstöð. Já, vá. Ég ætla rétt að vona sett með handfrjálsan búnað, Sverrir. Ég ætla rétt að vona. Sko, þegar ég tala við menn þessu ykkur, þá ætla að leggja bara bílnum og stíga út og kemur góða tími í það. Það er eiginlega óþolandi hvað hann er skynsamur og heilbrigður og eðlilegur eitthvað. Ég þoli það ekki. Já, hann er oft sagt hluti við mig sem ég veit að ég ætti að gera, en ég veit ekki hlusta. Það er ógeðslega törn og svo hugsaði daginn eftir, af hverju gerði ég ekki bara það sem að Chevy Little Loverboy sagði. Svona voice of reason, ég þoli það ekki. Þú sést það, á meðan við sitjum bara hérna að vera að reyna við einhverja konur og menn á Starbucks, þá er hann bara að fara norður með fjölskyldunum sína. Já. Nei, ekki? Er ekki öll familjan? Það er öll familjan að fara norður með. Já. Má ég heyri familjóni, eitt öskur? Wey, eitthvað svona. Já. Nei, ég lagði bílnum og... Wey! Þú voru að keyra á allega, í guðanum bænum. Já, og þú sömulegðist á morgun. Já, en Tiny Little Tardmouth, hvað hérna, það er Bocelli fyrir Gilsson í dag, eða ekki? Herðu, það er óskalagi dama fyrir hann Auðun Blöndal og stórvinnin og... vel gert. Er það ekki 30. afmælið? Jó, það er árið. Gekkja. Hann er bara að taka Here Without You og... Hvernig hættir þetta grín samt? Akkur fæ ég aldrei óskalag? Þú er bara að fara að læra að hætta að vera svona frekur. Já, þú varst með Celine Dion líka. Já, þú varst með Klein Dan. Það er marga vikur síðan. Það eru 2 vikur síðan. Ég hef ekki fengið lag síðan. Hver átti síðast það? Svessi kom með bara eitthvað... Já, Tardmouth, þú ert ekki að velja lögin. Þú bara syngur sem þér er sagt að syngja. Capiche? Vá, ef það er einhver annar að segja mér að syngja en þú, þá kannski ekki að skoða. Hey, don't say capiche. It hurts my ears when you say capiche. Ok, þá er það Here Without You og já, þeir tóku þetta upp hérna fyrir í dag. Strákarnir, Halldór Gunnar og Sverrir Bergman. Góða ferð norður og já, skilaði hvað ég sé það á morgun. Já, sjálfsmorgun. Það er það laganlega? Ok. Þá er það bara að setja lagi hérna á og það heitir Here Without You. Þetta er upprunlega með 3 Doors Down en hér er það Sverrir Bergman og Halldór Gunnar með föstudagslagi. Tjekkum á þessu. Þetta er föstudagslagið þennan föstudaginn Here Without You. Þetta er mjög þetta flott. Hann gerir þetta umöðulega lag skárra. Ég er að gefa Tardmouth það. Finnst þetta lélegt lag? Svona yfir þau? Nei, þetta er okkur fínt svona 5 sekundum áður ég set snúruna yfir, reipið yfir ljósakonuna heima. Herðu, það er komið að keppni sem við Hjörvar förum reglulega og heitir Flottulega-keppnin. Ég held að flestir hlustendur okkar ættu að þekkja. Já, og svo er Brjálfriki. Ég ætla að hringja hann hérna eftir. Ég held að þú svindlari í þessari keppnindi. Alls ekki. Og það mála er, ekki talin í lagið mitt. Leðu laginu mín að rúla í 2 mínútur nákvæmlega, ekki tala góðið, yfirleitt lag og hérna heila og þó hlustendur. Egil, ég nenni ekki að fara í hennar leik með þér eða þú farin í fílu áður við byrjum á hann, án gríns. Fílu? Ég er að fara að vinna 5-0. Hvað, óslega fíla? Voðalettu tæpur eitthvað maður. Nei, bara ég hef áhyggjur að þetta var svindla á Gilsson. Það er ekki hægt að svindla í þessu. Það eru hlustendur sem velja. Já, bara eitt skaltu vita. I'm watching you. Já, horfðu bara eins og vilt. Það er alltaf horfandi á mig hvort þið er. Það er komið að Flottulega-keppninni. Byrjum að þungundislæginu þínu, fyrir síðan keyrum síðan mig í gang í lag nr. 2. Já, við reyndar er ég með, sko, þetta er ekkert þunglindislag hjá mér, sko. Ok, það er auðvitað hresslag, þú kallar það hrest. Nei, það er hérna, þetta er nefnilega ekki, þetta er ekki hresslag endilega.
En þetta samt hrikalega flott lag og ég held að tengi margir við þetta lag. Þetta var eitt bara vinsalasta lag Íslands held ég í 15 vikur eða eitthvað þegar þetta kom út. Og ég ætla að leika með svona lag sem að ég til að ég heima á svona blautum föstudegi, það rigning og myrkur og þetta sinna það og ætla að spila lag með konu sem að var með sömu klipping og ég þegar hún söng þetta. Ég veit ekki hvernig hárað hún í dag, hún heitir Sinead O'Connor og lagið heitir Nothing Compares to You. Þetta mitt framlag í flottu lagkenninni. Vandamáli núna, það allir hlustendur sofnaðir. Ég herri ekki lagið mitt. Ég held að þetta lag hafi verið í 16 vikur í fyrsta sæti á íslenska listanum og fólk ekki búin að gleyma því. Finnst þér þetta ekki flott lag svona í alvörinu? Kortir áður ég hengi mig, jú. Það aðverðu. Það föstudag, það flöskudag. Fólk að keyra sig í gang. Nei, það ekki allir með þroska á við 15 ára. Nei, ég sá fyrir mig bara. Fólk bara nýkomu úr ríkinu, að fara hella í sig, fara í ammali. Það hlusta þetta kjafta á föstudegi. Kannski ég bara að spila fyrir fólki sem að taka gardinu fyllir í. En það ekki lagið það? Nei, ég segi það. Ég vinn ekki 5-0. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Fallegt lag og mitt framlag. Ég veit að fólk að úti, en með góða tónlistarsmekk. Nei, komið tímið fólk að lifa lífinu. Kerðu mig í gang. Hvað er þetta? Scooter Live in Hamburg? Nei. Vistu kynna þetta lag þetta? Hvað heitir þetta? Þetta er frábæra hljómsveit sem heitir Groove Coverage. Heitir hún hvað? Groove Coverage. Aldrei heyrt þetta á ævi minn. Við klikum allt niður. Groove Coverage? Já. Og lagið heitir Poison. Poison með Alice Cooper? Nei, með Groove Coverage. Ok. Herri, það er hljómsveitin Groove Coverage. Nú er ég að fara að dansa í stúdíónu. Ég held að enginn sem er að hlusta á þennan þátt viti hvað hljómsveit er. Ekki drullu við lagið, settu það bara á! Nefn hann bróðir eða faðir í hljómsveitinni kannski. Jú, þá myndum maður kannski munna þetta nafn. En alltaf þetta er lagið að segja. Settu á þegið. Herðu, það bara datt út af þetta, ekki mér að kenna og enda varstu komið 1.55. Já, þetta er eitt af þínum óþverðarbröðum. Málið, þetta lag gæti ángríns, farið bara í spilinu á stöðunni og er í fyrsta sæti í 30 vikur og pakkaði Sinead O'Connor saman. Já, það eru örugglega fullt af liðir sem eru á einhverju trippi út í bæ sem það er virkilega gaman að því. Það er bara að biðja alla þessar sem eru hressir á föstudegi að hringja inn. Það er fullt af hressu liðir sem fílar Nothing Compares to You. Já, Sinead O'Connor vinnur að hringja inn. Nei, hættu nú þetta með þetta grínhitt. Við skulum bara opna hérna fyrir Síman og FM 95 blöð. Það er hundi. Það er hundi. Grjót. Það er vel gert, jöfnvöldin ánægð með. Það er 1-0 hér í þessum leik. Hvernig er þetta að kjósa Sinead O'Connor ángríns? Hver kýs eitthvað út og stera Alice Cooper? FM 95 blöð, hver fæði þitt atkvæðum? Já, herðu, auðvitað Egil maður. Egil. Ég skal segja ykkur að ég er að hjóla hérna heim úr vinnunni, nýkomin úr ríkinu. Og svo kemur hann með Poison sem bara klikkar ekki. Ok, hafði hann spilað Poison með Alice Cooper, þá var ég sammála. Nei, þetta er svo Alice Cooper, þetta er bara einhver veimilsting á vendiskona. Rétt, sammála gallinum hann. Út meistari. Læsilegt, 1-1 og við skulum fá hérna næsta hlustanda FM 95 blöð, hver fæði þitt atkvæðum? Herðu, alveg klárlega undir. Þarna er ég ánægð með þig. Frábært. Já, snillingur. Þú ert ekki mikill aðdáandi Groove Coverage. Nei, ekki beint. Það er ekki þú sem keypti plötuna þeirra? Nei, ok. Takk hérlega fyrir að ringja. Já, takk. Þetta er niðurlega lagið mitt. Ég er ekkert að því. Þú ert alltaf niðurlega mitt, segði sjömulegt og hægt og ógislegt. FM 95 blöð, hvernig varst að fílað Sinead O'Connor? Hægt að segja þetta. Ég slökkti á útvarpinu þegar þú settir á. Það er bara þannig. En eitt var mitt aðtækja. Já, það var laglegt, meistari. Það er bara þannig, 2-2. Já. Ég er að fara að vinna 5-2. Ég er að fara að vinna 5-2. 2-2 FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Poison. Yes, I'm in the lead! 3-2. In the lead. Fannst þér þetta í alvegni flott? Næja, 3-2. Það er ekki alvegni flott. Já, hún fannst það, valdi það. Nothing Compares to You, kæri hlustandi. Það er Gilsarinn. Nei! 4-2. 1 viðbót. Please, for the love of God. 1 viðbót. Gummi lagði þitt vinni. Herri, takk fyrir að ringja. 1 viðbót. FM 95 blöð. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, þegar ég heyrði þetta lagið þá langaði mér ógeðslega að segja það, sko. Já. Geðveikt lag, Sinead O'Connor. Já. En svo þegar komið Groove Coverage og Poison, það er bara ég verða að velja það, sko. Yes! Jú. Já, þá er þetta búið 5-2 fyrir Agli sem að setja á eitthvað tyggjogummi coverage af einhverjum viðbjöðum. Það er bara betra lag, sko. Já, þú og maðurinn sem er að hjóla heim, þið hittist bara á Þáðurburger. 5-2? Það er leit en Ég fekk ekki einu svona competition.
Þetta var ekki... 5-2 bust. Trúist ekki. 5-2 bust. Þetta var ótrúlegt. Við skulum fá hér alvöru lag. Þú ert ánægð með hlustendur. Hlustendur vita... Æ, ég var að missa smá trú á mannkyninu. Já, þeir hlustu ekki... Þeir fyrir ekki Sinead O'Connor, auðvun. Það eftir mig ekki. Frábær sönguna. Hringjum við Brján Breki eftir skamma stund. Frá MS, hleðsluskyr, ríkt af misuprótínum. Prófaðu það hreint eða með bláberjabræði. Lífið æfing. Taktu á því. Tilboð á Jó-Jó ís. Engin ís dýrari en 699 krónur út september. Jó-Jó ís, Nýbýlavegi og Snorrabraut. Minkandi unglingadreykja, Skjaldborg heimilera, íþróttaálfurinn, Múkísson, Makrill. Johnny Nash, fyrsti þáttur í opinni dagskrá á 50-dagskvöldið klukkan 9:30 á Skjá 1. Ísland land þitt. Nýtt í bíó, Dredd 3D. Þrælmögnuð spennumynd sem hefur fengið lof gagnrýnenda allan heim. Dredd 3D, komin í bíó. Boo Avenue, þar sem undirvátaskúfan þín fær nýtt líf. Þetta happa haustið þitt. Lottopotturinn stefnir í 26 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Stærsti dagur ársins í enska boltanum. Leikurinn sem allir bíða eftir. Liverpool Manchester United á sunnudag klukkan 12 og annar risaslagur strax í kjölfarið. Manchester City Arsenal og allt leiki helgarinnar í sunnudagsmessunni klukkan 17. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu tromp. Já, þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og sá sem ég talar The Winner, eins og hann kallar sig í dag. Ég náttúrulega fólk að hlusta í útvarpinu og sérði ekki hérna. Það mætti halda að vera aldrei unnin eitt áður eða. Ég hef aldrei séð mann fagna bara hérna í stúdíu og það svo að vera að vinna utanlandsferð sem við reyndar erum að fara að gefa á eftir. Ég kannski vinna utanlandsferð þá. Fyrir þá sem hafa lækað Betsson inn á Facebook eiga séns að við ringjum í þá eftir og bjóðum þeim frýtt fyrir 2 á Gunnar Nelson. Engin svarar og fyrir ég út. Já, en við erum með 5 númer. Ekki svara. Það hlýtur eitthvað að svara. 1 af 5 hlýtur að svara. Kannski eru þeir í ræktin eða eitthvað. Já, það er aldrei að vita. En það er ungur maður sem hefur verið fastur liður í þessum þætti síðasta ár sem við höfum verið með þennan þátt og hann heitir Brján Breki. Ég hef ekki heyrt í honum núna í langan tíma þannig að ég er að fá að ringja hérna í þennan vitleysing og tekka hans á honum. Maður sjá. Nei, hann er með hó hei hei. Blessaður. Þetta er Rauti? Blessaður, þú miklu meistari. Hvað, ert í partíi? Nei, það er flöskudagur. Já, það er svo mikið læti bak við. Ok. Þetta er bara einn heima. Það segir þú miklu meistari. Er ég góður ennþá? Landsinni, er þið þér? Já, ég er nokkuð góður. Ég er enda með smá samvinskupið. Nú? Ég slummaði óvart 5 gerlur til þetta lögða. Slummaði? Já, ok. Ertu með samvinskupið við því? Já, ég byrði þér afsökunar. Já, gerðu það. Gera það? Þú ert að tala um að gera það? Jésús. Hver með það? Egill Einarsson, maður Gilsinn. Það Gilsinn? Já, blessaður mestari. Blessaður. Blessaður.
Blessaður Gilsari. Það ég var einmitt að segja það. Þið eru þeir flottust Siggi Hlöð Valli Sport voru. Já, takk fyrir það. Þú ert, Gilsarinn Valli Sport og Öddin Siggi Hlöð. Já, þetta Já, ég held að Valli Sport keppt í fitnessinu sinu, alveg eins og Gilsarinn. Já, herri, ég voru með eitthvað mann frá FO að náðan. Já, Gulli, markmaður. FO, hvað er það? Færiskir hómar eða? Já, þetta er skemmtilegt það er. Gilsari, er það færiskir hómar eða? En hvað ertu að brasa? Það er ég að brasa? Ég er endur að drepast í njánum núna. Búin að vera í döggi frá því hátteginu. Bara að byrja með nýri gælu. Ok. Þannig að hún er dröfnum nett. Ég er endur, mér finnst svo gaman að gera prakkarastrygg. Já. Ég er eitt núna. Fór hann á pípuna. Já. Rísa skilti sem að sendur á pítan. Ég tók kið og breytti í ká. Já. Þegar lífið mætti vinnuða morgun. Það stóð bara píkan. Já, þetta er skemmtilegt prakkarastrygg hjá þér. Ég veit að þetta sló algjörlega í gegn. Já, það er Þetta slóðist algjörlega í gegn, meistara. Já. Hvað segir Gilsarinn? Ég hef aldrei verið betri, ég er svo nýr. Var ég múin að segja þarna sem að, þú veist að ég tala ekki að detti það, ég tala að falla í það. Ég hringdi í Sveppa á hann. Já. Það er Sveppa. Hvað segir þið Sveppi? Ég hef ekki að falla í það eitthvað. Þá sagði Sveppi það sem ég var svo gott. Já, það ekki bara. Þetta er að verða vel þreytt, þetta er það ekki bara. Þú ert búin að segja þessa sögu svona 9 sinnum. Hann á þetta. Já. Hann bjóð það til, já, það ekki bara. Alveg eins og Gilsarinn, hann segir alltaf, ertu með að lóðrétt niður þig? Já. Gilsarinn á það. Já, það er rétt. Eða einu sinni. Ertu með að lóðrétt niður þig? Þetta er þetta algjör snill. Það er algjör snill, sko. Það er heiti Bubba á hann. Bubba Mortens? Já. Ok. Ég veit hann hafa svona band síðan með. Það var ekki í bandinn að Bubba. Úff. Það er bara, þú ert með bara fullan skápan í efnið maður. Þú var í Íka. Þetta er útvarsrækli Útvars? Og fullt af fólki. Ég segi, nei, fríski bara mættu Íka. Það sagði, nei, ég er Svali. Renniðaður og látri. Já, þetta er ekki hægt. Jæja, ég ætlaði bara svona að hlera það eins brjómsið, það er svo langt inn í heyrtið þér. Ég er að fatta aftur. Gilsari, varstu ekki með kallarni.is? Jú. Hvað var þetta á öndi með homanni.is? Já, þetta er ekki svo fyndið, sko. Það sem ég er að fara að gera í dag, ég ætla að krypta slönguna. Nutta þann einegða. Já. Slöngja apan. Það er leitir að það er brjómsið minn. Húsa magic stickið. Já. Hafðu það rosa gott þennan föstudaginn. Er það býta eins? Hvað? Gilsari? Já. Hvað er það Gilsari að gera melkina? Hörru, ég er ekki búinn að teikna upp planið ennþá. Ok. Ég er bara, hvað er Björn að fara að gera? Mikið eitthvað. Er þið náttúrulega hittust á pirraða apanum? Ég er klár. Við fyrir náttúrulega pirraða apan á sunnudaginn, það er Liverpool United. Það er úrilla górillan, eða? Ég kallar það pirraða apan. Já. Herðum. Félagarnir. Já, ég hittust allir þar. Meistarar. Já. Þið eru homar. Já, frábær endur það. Það er fólkingur. Þið eru snillingar. Bye. David Guetta hér með lagið Titanium. Fyrir að hlusta á 2 harða þennan föstudaginn. Það styttist í lagið á leiðinni heim og svo erum við líka búin að semja eitt rándýrt lag fyrir Rikka G. Það er eiginlega uppáhaldið mitt núna. Já. Gera lagið fyrir Ricky G. Já, og ég held að með þess að Rikki getur ekki orðið fullið við þessu lagi. Þetta er æðislegt lag hjá okkur núna. Það gaf allir gaman þessu nýja sporthúsinu og allir þjálfarnir þannig að spurja mig hvað stríði ekki Rikki í gang, þetta er ekki eitthvað lag. Svo nýja lagi með honum. Já. En það sem við ætlum að gera hins vegar núna er að við ætlum að draga, vinningshafa úr Betso-leiknum. Þeir sem að lækuðu Betsonin á Facebook áttu séns á að vinna hér, ferð fyrir 2 á bardaða með Gunnar Nelson, eða Gunnar Nelson. Og í þessu, það flogið úr 28. september og innifalið flug fyrir 2, hótel fyrir 2 og miða á bardaðan fyrir 2, allt í búið Betson. Og ef þessi 5 svar ekki, I get the tickets. Það er hár rétt þér. For the love of God, verði í ræktinni eða eitthvað stað, síminn, ok. En það eru 5 símtöl, sko. Það er enga líkur á 5 mann svar ekki, ég glemt þessu. Ekki með þessu hugafari? Nei, ég er bara, veist, ég sé fyrsti svarar og draumurinn minn er farin. Ég er búinn að draga þetta út. Þú ringir bara, þetta er svona 2 ringar það ekki, sem bara skellir á.
Ég verð nú að gefa þeim sens á svari, sko. Það fólk sem var hérna í þessu. Ég ætla að ringja, ég er búinn að draga hér 1 af 5 og við skulum bara sjá hvort að það svari. Ekki svara. Ég býtu hvað það að gera hérna. Svona. Ekki svara, please, ekki svara. Þetta er hún Geirþrúður Ósk Geirsdóttir. Já, hún er í geiminu, 100%. Ekki svara. Nei. Halló? Hvað gerist? Hvað, skellt hún á eða? Segð tíma, við verðum að hringja aftur, fyrst það var ekki verið að svara það. Það hringir ennþá? Mást niður að því það? Nei, sko, það var skellt á. Ég beti okkur, en það svo... Halló? Já, hver er það? Geirþrúður heiti ég. Ég verði niður að... Ég get ekki talað núna. Nú, en ef ég segi þú sett að fara á bardaga fyrir 2 með Gunnari Nelson? Því ég grínast? Nei, ég er að fara að bjóða þig frítt til útlandan, en þú tala þá. Ok. Ég er að ringja þetta, við erum að ringja í beinni útsendingu FM 95 Blö og já, þú lækaðir Betsson síðuna og ert búinn að vinna ferð fyrir 2 á bardaga með Gunnar Nelson mútið Nottingham. Og hvenær já, vá, ég er bara í sjokki hérna. Þetta er næsta helgi, þannig að já, þeir bara hjá Betsson verða í bandið. Ég veit að Egill Einarsson, hann er hérna á mótið mér brjálaður því að hann hefði farið út, hefði enginn svarað. Já, þú var ekki eitthvað brjálaður að gera það. Þú varst búinn að skella á. Herru, þið eru bara æðislegir. En þú varst búinn að skella á einu sinni. Herru, Það er brjálaður að gera það. Það er bara meira... Þið eru æðislegir. Já, bara takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Ok, bye. Já, þetta var ekki flókið, þetta var nú Geirþrúður og... Þetta er búið hjá mér. Spáðu, veistu það, það hefði nefnilega verið ógeðslega kvikindslegt, en hefði ekki verið svolítið fyndið Egill, að þegar hún segir, ég má ekki vera að því að tala núna, ég hef sagt bara, ok, ekkert mál, og hringdi eitthvað annar. Það hefði bara verið svo ljótt. Já, ég svo verið ekki verið ánað með það, sko. Nei, en viltu... Það var eitthvað mikið að gera hjá henni. Hún hefði bara átt að íta á takka hann á símanum sem þakkar niður í honum og leggja hann frá sér. Já. Það hefði verið einu skrefi nær því að fara Gunnar Nelson. Já, þetta fór bara í fyrsta og óskaði henni Geirþrúði kærlega til hamingju. Það verður stuð hjá henni. En hún skemmti sér vel. Já, en við vorum í partí í gær, Egill, sem væri nú ekki frásögu færandi nema að það var John Gunnar Geirdal sem hélt þetta partí. Ísland. Nonni Tattoo eins og hann er oft kallaður. En við vorum að fá hugmynd á nýju nafn á hann sem ég held að hann ætti að taka upp. Ertu ekki sammála því? Já, við vorum að ræða þetta í gær. Já, Nonni Plug. Já, Nonni Plug, sko. Því að málið er Ísland fyrirtækjast er plug. Já. Þú vilt plugga einhverju? Þá heyrur í Nonna Plug. Þannig í staðan fyrir Ísland.is, akkur ekki bara nonniplug.is? Það er nýjast það bara jafnvel svalara. Og manstu líka, ég sagði við í gær, þegar við fórum í partíið. Já. Þú veist, Nonni Plug er snilljúkur alltaf partí. Þetta var ekkert fyrsta partíið sem Jón Gunnar Geirdal heldur. Það var alveg staðfest. Ég meina, ég held að hann haldi betri partí en P. Diddy, sko. Já, sveinu þá. Sko. Men líka með miklu minna budget. Ég sagði við í gær, það er potið eldur hérna, þau var labba, rauðu dregill og eitthvað að gerast. Ég sagði það svona við í svona smá gríni, þau mættum hann það. Það var eldur út um allt. Fyrsta sem ég sá var eldur. Það hefði ekkert komið óvart á það staði menn á það með eldvörpur. Já, og síðan var hann búinn að setja eitthvað skraut hérna hann var að vinna með þann detail. Já, og hann með eitthvað risa sjónvarp sem var að rúlla trailerum sem Ísland hefur verið að plugga. Já. Veit. Eina sem það var ekki rauður dregill. Nei, hann skeit með það. Já. Út af því að... Ég segi nú ekki skeit með það, hvað þarftu rauðan dregill? Já, hann drullaði á sinna það. Út af því að það var svona... Sko, það var svona langur gangur að partíinu, fullkomið fyrir rauðan dregill. Já. Var það flókið að rætta því eða? Svo var hann með veitingar og Nonni kannandi alveg. Ætli hann sé ánægð með þetta? Ég var að prófa að hringja í hann. Í Tattooið? Já, það er náttúrulega hann er potið að plugga einhverju og prófa... Já, hringdi pluggið. Það var prófa að spyrja hann hvernig hann er að fíla nafnið Nonni Plug. Sko, já, nú er hann með Nonni Tattoo, Nonni Plug, Nonni FM, Nonni FM, það er nú eitthvað með það. Hann bjóð til FM 957. Það er ástæðan fyrir hvað við félagarnir sittum með. Já, má sjá. Þegar mánu hvort það sé reyfin að þessu nafni. Það er einhvers að segja mér að það verður ekkert alltaf skotin í því. Heldur ekki? Nei, ég veit það ekki. Svaraðu, Nonni Plug. Svaraðu. Nonni Plug er ekki að svara. Það er svo hlaupa marathon. Já. Hleypur út um allt eins og Forrest Gump. Eða skipuleika eitthvað rosalegt partí. Hann er auðvitað hinn í línunni, sko. Hann fyrir alveg að gera Nonni Plug, sko. Já, er hann ekki með 3 síma? Þú er komin í samband við Talhoff. Komin í samband við Talhoff, það næri ekki lengra. Skulum fá hér Madness með Muse og svo ætlum við að spila lagið fyrir Rikka G sem eru búin að semja handónum og fá lagið á leiðinni heim. Ok, segð mér alveg satt, hvernig fílar þetta lag? Þetta er gott. Já, mikið. Þetta er ekki alveg volus. Þetta er gott shit. What you mean?
Blondell. Jep, oft kallaði það. Verðum eftir að taka ensku innkoman okkar fyrir our foreign fans. Ætlar að hafa það í hverju þætti? Já, fyrir alla útlendingarna sem eru á Íslandi. Það var mikið útlendingum á Íslandi núna sem eru á hlusta Að hlusta á tvo hana? Já. En okkur að hlusta þau skilja okkur ekki? Því finnst þið skemmtilega bara. Áðinn. Af því að þú ert með svo soothing voice. Já. Viltu taka hana núna? Nei, það. Langar að tala eins og hvað það? Nei, bara út af því við erum búin að lofa þessu. Við erum ekki að standa við lofurinn okkar og... Það er ekki mikið eina reglu í lífinu að standa við lofur, sko. Við erum eftir að spila Rikka G-lagið. Já, en áðinn, now it's weekend. It's the weekend. What are you gonna do this weekend? I'm going north to Sheep River Hook. Sheep River Hook. To meet all the kids that I went to school with. Okay. Yeah. You haven't seen them in a while. It's a reunion. No, I haven't seen a lot of them for many years, so it will be exciting and fun. So they're gonna be all, hey, Alden, the celebrity, and we're still here in Sheep Crook, and what's wrong with you? He's just has a lot of cash and fame and. Whoa! Look who just decided to show up! Ricky G-Man! Gætu verið aðeins meira gay, eða? Tröflar ensku... Ákvöru, í staðin fyrir að vera He-Man, ákvöru ekki Ricky G-Man? Við getum unnið með þetta í næsta lagi. Já, það er bara að skutta sig upp, ég er með honar það. En ert þú bara austur helgina, eða þýska, eða hvert að fara? Hvert var að gera helgina? Þýska í kvöld. Þýska í kvöld? Já. Það er alltaf að gera allt vittlust, ekki það? Já, ég verður bara að Reyndar veistu það ekki. Þetta byrja að hafa greinlega áhrif. Þú ert bara klæddur eins og sér að fara á ball. Þetta er eitthvað fínt núna. Þeir eru að hjálpa til. Já, þetta er bara einhver peysa. Ég sé það strax að mamma en brjónaði hann ekki. Dísel gallabuxur og svart peysa. Dísel gallabuxur, þegju. Í alvegni, maður sjá. Það er ekki drifnar eða neitt. Nei. Ítalar og flottar. Það er ekki drifið að setja beltir ekki en. Það er samt mjög flott. Beltin hægt að passa. Þú tókst þessi tök. Við erum með lag fyrir þig í dag. Já, ekki bara setja lagið á. Fyrst að nennu mættur. Það eru headphone, ég þarf að hlusta á það hérna. Já, þetta er rándýrt lag. Og við erum að leika okkur svolítið með nafnið þitt. Sem fyrr. Ég held að þú verði það ánægð með þetta lag, Rikki G. Það kemur ekki orð að þetta verði uppáslagið með okkur. Ertu tilbúin? Get ekki beðið. Check this shit out. Þetta er svo æðislega von. Þetta er sennilega eitt besta lag sem við höfum gert. Við erum að toppa okkur í hverju viku. Rikki, 0-10, hvað gerur þessu lagi? Shit, þú eru alltaf unnið með þetta í flottulagakefninni. Já, lagið hans Egils aðan. Nei, ég er að tala um þig, sko. Já. Afleitt lag sem við Já, ég er djúrlega ánægð að fá Nothing compares to you. Þú ert náttúrulega með Grey's Anatomy soundtracki bara í öllum flottulögum. Veistu það ekki. Þetta kemur ekki óvart komandi frá þér að þú skulir ekki fíla Nothing compares to you með Sinead O'Connor. Þetta ert þú með sama smartís tónlistarsmekkin og Egil Einar. Rikki DJ, hann er ekki að spila Sinead O'Connor. Nei, heldur ég myndi vilja heyra þetta á balli. Þetta heitir flottulagakeppnin. Þetta heitir ekki ég er á balli með Rikka G-keppnin, sko. Þetta er flottulagakeppnin og þetta er bara virkilega flott lag. Ég verði þetta til að fara í hver syngur eftir hérna Hey Mickey? Hey Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey Mickey. Nei, ég veit ekki hvernig við þetta. Vil ekki bara leyfa þeim að syngja það bara? Hey. Ok, þó sért komin í peysu sem kostar meira 5.000 skall, þá er þetta algjör óþarfi. The gloves are up, you're Ricky G-Man. Já, menn fá sér díselgallabuxur og fara bara all in hérna. Try to keep the gloves up, maður. Þú varst að segja að þetta er mögulega uppáhaldslæg, men þetta er endi að versta sem ég hef veist. Vá, hver átrósaki? Og hérna, hver kefti, var þetta bara autotune í iPhone-unum? Þetta var bara ekkert autotune. Þú voru bara veist rákættur. Röddin okkar, G-Man. Taktu við lagið eftir þá. Þú ætti að segja þetta að vera svo vond? Nei, bara taktu, þú veist, þetta er ekki autotune, taktu hérna viðlagið. Ég er ekkert að fara að syngja fyrir þetta bara eftir pöntu, hvað er þið, trúður þið? Það var bara lag sem við hendum í hérna fyrir í dag og þú færði ekki meira. Make me a bicycle clown. Já, það er bara, ég er með fullt af blöðurum hérna, við búið til hjólhandaðar. Takk maður. En við Egill erum búin að vera við ykkur kæru hlustendur síðan 4 í dag og hann er að fara að taka hérna við, hann Rikki. Við reyndum að hringja í Jón Gunnar en hann svaraði ekki. Næstu viku á Blondell ringjum við út í Vandam. Við komum ekki að í dag. Já, ertu komið með nýtt númer? Það sendi mér einhver hlustandi sem háa greindavistölu. Sendi mér skilabóð á Facebook og búin að hakka númerið hjá The Real Agent. Þannig að ég kom með það. Ok, það er eitthvað shit. Mér langar virkilega að heyra í honum. Já, tökum það í næstu viku. Það er klárt. Já. Þannig að við erum í toppmálum. Ég er að setja hérna lagi á leiðinni heim. Út að fara á Söðakrók, Auðun. Já, hvernig er helginu þér er? Endum á því. Ég er ekki búinn að teikna hann upp. Þú ert ekki búinn að teikna hann upp? Nei, ég er bara ekki búinn. Ég er með blaðið, það stendur laus, first lau á henni.
ekkert komið á blaði. Ok. Ekki bara teiknað upp. En G-bletturinn, hvað ætlar þú að gera? Það bara silkislög helgi, það er ekki bolta helgi fyrir allan peningin. Já, það enda rosalega leikir náttúrulega á helgina. Og hlakka til að horfa á þá. Það er Liverpool Manjum og Manchester City Arsenal. En takk kærlega fyrir hlustunum í dag, kæru hlustendur. Við Egill ætlum að kveðja hér með laginu á leiðin heim og ég setti þetta eiginlega bara fyrir því Egill því að það er mjög erfitt að finna lag sem við fílum báðir. Okay. Þetta er svona fyrir þá sem að ætla að gera eitthvað í kvöld og er í fíling. Já, ég held að þeir ættu að fíla þetta lag. Rikki verður með ykkur til 9 kvöld, takk vel á mótunum. Góða skemmtinn í kvöld þeir sem er að fara að skemmta ykkur og hafið þið bara gott föstudagskvöld. Heyrjumst á mánudaginn. Hann er kominn til að sjá og sigra. 120 gramma hágæða ungnautaborgari með sætu beikoni, brúnni piparsósu, brættum bríóosti, hvítlaugsristuðum sveppum og karamelliseruðum rauðlauk. Takið af ykkur skóna, hvað hann er góður. Og í fyrsta skipti á Íslandi, Astral Tertan. Tertan sem beðið hefur verið eftir í 30 ár er komin á fabrikuna. Dásamleg karamelluterta sem borin er fram kupplaga. Má bjóða þér Astral Tertu kupp. Sagðirðu kupp? Nei, ég sagði Astral Tertu kupp. Stærsti dagur ársins í enska boltanum. Leikurinn sem allir bíða eftir. Liverpool Manchester United á sunnudag klukkan 12 og annar risaslagur strax í kjölfarið. Manchester City Arsenal og allt leiki helgarinnar í sunnudagsmessunni klukkan 17. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum where to start. It takes a while to learn your lines by heart. And suddenly I see my part was meant to be.